Komið heil og sæl og verið velkomin í þennan fyrsta umræðu þátt okkar hérna á N4 fyrir komandi alþingiskosningar. Við ætlum að skipta okkur aðeins að pólitíkinni. Við ákváðum að fá í heimsókn til okkar fulltrúa allra stjórnmálaflokkana sem bjóða fram í norðaustur og norðvestur kjördæmi. Við hefjum leikinn í dag og heldum síðan áfram næstu 2 föstudaga. Fáum til okkar fulltrúa 6 stjórnmálaflokka hér í dag og þeir eru Björt framtíð, Framsóknarflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, Dögun, Alþýðufylkingin og Vinstri græn. Og hingað komin til okkar fulltrúar frá Bjartri framtíð sem ætla að ríða á vaðið, Dagný Rut Haraldsdóttir sem skipar annað sæti á lista norðausturkjördæmis og Valdimar Valdimarsson sem oddviti í norðvestur. Verið velkomin. Takk. Já, nú hefur Björt framtíð verið á þingi síðan 2013 þegar hann bauð fyrst fram. Ég held að sé óhætt að segja kannski að flokkurinn engin sérstakur landsbyggðarflokkur. Af 6 þingmönnum eru 4 úr höfuðborginni. Ef við lítið á stefnuskrán ykkar, hver svona kannski ykkar sérstaða í byggðamálum? Við byrjum á þér, Valdimar. Já, það kannski erfitt að tala sérstöðu. Ég held að það séu nú allir flokkar meira og minna með svipaða byggðastefnu en kannski við höfum talað fyrir minna fúski og þá eigum við kannski við meðal annars að gera byggðastefnu og fara eftir henni. Það eru gerðar fullt af góðum stefnum byggðamál á Íslandi en það endi yfirleitt svolítið mikið ofan í skúffu og við höfum talað fyrir minna fúski og að menn vandi sig betur og nýti þá þekkingu sem til staðar og við viljum leggja svolítið öðruvísi áherslur í byggðamálum. Við höfum talað það svona inn á við okkar á milli að það gæti verið gaman að hafa ráðuneyti byggðamála sem að inni þvert á málaflokka og inni mitt með allar þessar stefnur og þessar góðu vinnu sem unnin í byggðamálum víðs vegar um landið og reynda að heimfæra það inn á stefnumótun stjórnmálaflokkana eða stefnumótun í stjórnmálunum þannig að þetta kæmist til skila í vinnunni og það væri farið eftir þessu og þegar ákvörðun tekin eins og í fjárlagagerð og annað slíkt að þá sé horft á það svolítið með byggðagleru hvað verið að gera og okkur hættir svolítið til að til dæmis sparnaðurinn endi bara út á landi það var svolítið langt frá stjórnmálamönnunum það hentugt að spara út á landi. Telur það vera hægt að leysa þetta meðal annars með því að þá fjölga ráðuneytum og hafa eitt byggða ráðuneyti þá? Sko, það má bæði fjölga því eitt, það má líka sameina ráðuneyti, við erum með 2 atvinnuvegaráðuneyti, við erum með 2 velferðarráðuneyti, þetta er í rauninni hugsað hvort tveggja sem eitt ráðuneyti. En ég held að væri alveg full ástæða til þess að skoða það í alvöru að vera með byggðamálaráðuneyti sem af því að þetta er málaflokkur sem að gengur þvert á alla málaflokka og hann virðist verða útundan oft. En heyri kannski að það sé meira hvernig þið framfylgt heldur en nákvæmlega hvernig stefnan sjálf ef ég að skilja svarið rétt. En ef við förum að þetta svona svolítið nátengt. Samskipti ríkis og sveitafélaga hafa verið svolítið í umræðunni og ég tók mig til og var að hringja aðeins hérna í sveitarstjórnarfulltrúa fyrir þennan þátt. Og það var eiginlega sama svarið alls staðar, að það væri vandræðagangur í samskiptum ríkis og sveitafélaga. Og sumir gengur bara ansi langt og sögðu að það væri bara glatað, þetta væri bara eins og þetta væri óvinir, það væri ekki saman í liði. Það væri vandræðagangur í flutningum stofnana og verkefna frá ríki til sveitafélaga og hvað var það fjármagnið fylgið á verkefnunum. Eru þið með einhverja hugmyndir hvernig hægt væri að laga eða bæta og efla samskipti ríkis og sveitafélaga? Hugmyndir og ekki hugmyndir, ég meina að þetta náttúrulega vandamann sem búið að vera til staðar mjög lengi og þetta er eitthvað klárlega sem að við myndum vilja einblína svolítið á. Og gera, þetta líka svo oft svo stillt upp sko að þú veist við á móti ykkur og mér finnst það bara kolrangur hugsunarháttur, ég meina þetta við erum lítið land og við eigum að geta að tala miklu betur saman heldur við gerum og unnið miklu betur saman heldur við gerum og sem ég veit ekki sko kannski engin rétt leið til þess að efla þetta en auðvitað þurfa að koma fleiri verkefni frá ríkisstjórninni yfir til sveitarfélaga, það er bara klárt. Það meina svona kannski með Fiskistofu kannski ekki besta hvernig þessu var staðið sko, en það er að koma upp ný verkefni að þau verði flutt upp annað klárlega, það er klárlega sem eitthvað sem við sjá. Einn af ykkar þingmönnum, hún Heiða Kristín, hún hóf umræðu í fyrra að breyta tekjustofnum sveitarfélaga með mögulega að stækka það og auka hlutdeild útsvars, er það eitthvað sem þið eru til að skoða? Sko,
Ég hef stundum velt í fyrir mér hvort að þessi tókstreita, þessi eilífa tókstreita milli ríkis og sveitarfélaga sé meðvituð af hálfu ríkisins til að þvinga sveitarfélögin yfir í meiri hagkvæmni og sameiningu. Hvort það sé í rauninni verið að reyna að svelta sveitarfélögin til hlýðni. Ég held reyndar að það sé ekki svona, en maður fær það samt á tilfinninguna og ég hef verið virkur í stjórnmálum síðan 1982 og reglulega hafa verið settir á fót nefndir til að endurskoða tekjustofna sveitarfélaga og verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga. Og við erum með verkefnin í samneyslunni eru 30% á sveitarfélaginu og 70% á ríkinu. Þetta er akkurat öfugt í þeim löndum sem við viljum alltaf vera að bera okkur saman við. Og menn eru að reyna að stefna í að þetta sé líkara hér og þar. Þetta meðal annars þýðir að þú færir ákvörðunartökuna nær fólkinu, fólki hefur þá meiri áhrif í sínu nærsamfélagi og kannski eðlileg þróun að gera þetta, en með þeim hraða sem hefur verið á færslu verkefna frá ríkis til sveitarfélaga, þá komum við þangað í mark svona 2250. Og það er auðvitað bara ótækt og stjórnmálamenn þor ekki að taka frumkvæði til dæmis í því að sameina sveitarfélög. Myndir þú þora því? Ég er alveg til í að fara á þing og vera bara í 4 ár og vera óvinsæll og klára það sem þarf að gera og fara svo bara. Það þurfa einhverjir að fara í stjórnmál til að vera þar og ekki vera að hugsa endurkjör, heldur til að vinna vinnuna sem þarf að vinna. Sammála því. Herruði, ef við ekki að vinda okkur næst bara í hraðaspurningarnar. Ég held það nú. Og komið að þeim. Já. Þið þekkir regluðu, þið eru með þessi spjöld hjá okkur. Já. Við spyrjum ykkur 12 spurninga og þið svarið eftir bestu samfellu já eða nei, þó að sé stundum erfitt og reynið þið ykkar besta og ekki tala, heldur bara svara. Eru þið klár? Við erum klár. Glæsilegt. Þá byrjum við núna. Munt þú beita þig fyrir því að ríkið finni leiðir til að niðurgreiða innanlandsflug? Munt þú beita þig fyrir fækkun sveitarfélaga á Íslandi? Telur þú að allir Íslendingar eigi að hafa jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu? Munt þú beita þig fyrir því að orka sé einungis nýtt á því svæði sem hún er framleidd? Vilt þú að sveitarstjórnir hafi óskorað ákvörðunarvald í skipulagsmálum? Munt þú beita þig fyrir fjölgun ferðamanna verði dreifðari allt land? Munt þú beita þig fyrir því að háhraðatenging sé möguleg öllum íbúum landsins? Á flugvöllurinn að vera áfram í Vatnsmýrinni? Telur þú að hækka þurfi styrki til landbúnaðar á Íslandi? Á atkvæðavægi að vera jafnt milli allra landsmanna? Munt þú beita þig fyrir eflingu háskóla utan höfuðborgarsvæðisins? Og telur þú að breyta þurfi kvótakerfinu í grundvallaratriðum? Takk fyrir. Hvernig fannst ykkur þetta ganga? Fínt. Þetta var mjög fínt. Já. Við ræddum það aðeins fyrir að það sé stundum svolítið erfitt að svara já og nei þó að fólk vilji kannski fá svolítið svarthvíta niðurstöðu. Og þið voruð bara strax í fyrstu spurningunni hvort að þetta niðurgreiða innanlandsflug, þar að segja hálfu ríkisins. Hvernig sjáum þið það fyrir ykkur? Ég er ekki hlynntur niðurgreiðslum yfir höfuð og ég held að menn eigi að leysa vandamál á annan hátt heldur en að fara ofan í vasa skattgreiðanda og greiða þau í burtu. Hafandi sagt það, þá getur vel verið að það sé réttlætanlegt að niðurgreiða innanlandsflug þegar ferðirnar eru í ákveðnu tilgangi. Mér finnst til dæmis eðlilegt að við niðurgreiðum ferðir fólks til að sækja sérfræðiþjónustu sem er ekki boðið út á landi. Reyndar held ég að við ættum að snúa því við og fara með sérfræðingar út á landi en ekki fólki til sérfræðingarna, vegna þess að ég held að það sé ódýrara. En meðan staðan er eins og hún er í dag, þá held ég við þurfum að niðurgreiða ferðir fólks til að sækja sér þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Ég held að komi líka til greina til dæmis að niðurgreiða ferðir íþróttafélaga til að jafna aðstöðumun og þannig að það er ekki hægt að svara þessari spurningu já eða nei. Já, ég held að ástæðan fyrir við settum bæði spjöldinu upp var það að hvernig útfærslan í rauninni er. Auðvitað þarf að koma til móts við fólki. Þú veist það sem er ekki sérfræðiþjónusta og ég er algjörlega saman á honum að það þarf að færa sérfræðiþjónustuna oft á tíðum til fólksins. En í ákveðnum tilfellum það er ekki hægt að þá þurfti bara að finna leið til þess að hvort sem það verið bein niðurgreiðsla eða með einhvers konar afslætti, hvernig það er útfært. En það var líka annað flugvallarmál sem að þið stöldruðu svolítið við og það var Vatnsmýrin. Já, hjartaði Vatnsmýrin alltaf. Flugvöllurinn alltaf verður að vera þar sem hann er þangað til annað sambarlegt úrræði býðst.
Það bara nokkuð ljóst. Við getum ekki lokað á þetta sem á meðan að ekkert úrræði til staðar. Það bara ljóst. Flugvöllurinn mun fara, við þurfum ekkert að deila það. Það bara nokkuð augljóst. Það byrja að þrengja að honum og en málið bara núna, við þurfum að leggja alla okkar vinnu, ekki svo sem ég persónulega, en það þarf að finna bara ásættanlega lausn og það þarf að gerast bara frekar hratt. Eruð þið með þá lausn í handriðanum? Ég eftirlátið að mínum mati, eftirlátið sérfræðingum það hvað sem hvað sem Hraunið eða Keflavík Svo maður kvóti Jón Gnarr maður fær bara sérfræðing til að flytja flugvöll en það samt þannig að það búið að leggja niður ákveðna vinnu. Rögnunefndin hefur skilað áliti. En það nú samt með rögnunefndin að það virðist vera bara mismunandi túlkun eftir hentuleika hver niðurstaðan var. Já. Það í alvöru, þegar maður reynir að fá bara hver niðurstaða rögnunefndarinnar. Já, ég gæti ekki svara fyrir það. Já, niðurstaðan eins og ég skil hana að menn vilji skoða uppbyggingu flugvallar í Hvassahrauni og það einhver hreyfing í þá átt í dag. Þetta enn ein skýrslan sem endar hún í skúffu á Íslandi og það einhvern veginn, við erum tilbúin að eyða, við erum með 700 nefndir á vegum ríkisins og við eyðum 1 milljarði í þetta ári og afraksturinn lendir meira og minna hún í skúffu. Það ekkert gert með þetta. Og við verðum að koma þessari umræðu um flugvöll yfir akkurat á þetta stig og horfast í augu við það að flugvöllurinn verður ekki þarna ókomna framtíð. Hann verður þarna eitthvað og það auðvitað sjálfsagt að hann sé í Vatnsmýrinni þangað til að komið eitthvað annað í staðinn. Við ætlum ekki að skerða þjónustuna en þá verðum við líka að komast yfir á það stig að fara að tala það hvað á komið staðinn. En með orkuna? Gaman að fá svona fólk úr norðaustur og norðvestur. Norðvestur náttúrulega vissulega ansi stórt kjördæmi, hvað alveg að Akranesi. Þetta erfitt að taka þetta eins og þetta sé ykkur norðurlandskjördæmi og svo austur alveg yfir á Djúpavog. En orkumál, ég meina þetta svæði, það augljóslega landbúnaður, sjávarútvegur og orka sem skiptir miklu máli í atvinnulífinu á svæðinu. En það aðeins verið rætt hvað á að nýta orku, til dæmis að við tölum Blönduvirkjun, það hefur talað mikið raforkuskort í Eyjafirði. Hafið þið skoðun á orkumálum þar að segja hvar orkan nýtt og Ég held ég að svara hraðaspurningunni á nei. Það að segja að ég vildi ekki að orkan væri nýtt þar sem hún væri framleidd. Og það auðvitað vegna þess að þú að horfa landið í heild. Við framleiðum rosalega mikið raforku á Suðurlandi og við getum ekki nýtt hana alla á Suðurlandi. Það verður að deila henni á milli fleiri. Hafandi sagt það, þá getur vel verið að þetta eigi ekki við sumar aðrar virkjanir og ég meina hugmyndir virkjun til dæmis á Vestfjörðum það ekki spurning að þar verið að tala að auka raforkuöryggi Vestfjarða og sú raforka yrði nýtt á Vestfjörðum fyrst og fremst. Varðandi Blöndu þá sú raforka nýtt í dag. Það verður þá komið eitthvað annað ef þú ætlar að klippa á þann streng suður og fara að nota hana í norðvesturkjördæmi. Já, nákvæmlega. Ætlið að klára þetta Blöndulínumál ef þið færið á þing? Blöndulína 2 með flutning raforku? Mér finnst það ekki vera þingmanna að leggja raflínur. Nei. En taka ákvarðanir það? Sko... Ef það stoppar allt í kerfinu á því hvort þetta ofanjarðar eða neðan, þurfa þingmenn ekki stíga inn? Þá fara menn eftir þeim leikreglum sem Alþingi hefur sett við ákvarðanatökuna. Þingmenn eigi ekki að vera að vasast í að leggja raflínur eða byggja brýr eða búa til flugvelli. Hana nú. Snúum okkur öðru mikilvægu landsbyggðamáli, það landbúnaðarmálin. Nú svöruðu þið bæði að þið vilduð hækka styrki til landbúnaðarins. Þingmenn Bjartar voru eini þingmennirnir sem greiddu atkvæði gegn nýjum búvörulögum. Hvernig sjáu þið þessi mál fyrir ykkur? Svo valdi sig kannski örlítið betur í stakk búin til að svara því heldur en ég og búin að kynna þessi mál örlítið betur en það lefa kannski honum að fá svið. Verandi frístundabóndi þá augljóslega lefur þér að fá orðið í þessum málaflokki. Þá landbúnaður mér svolítið kær. Sko, ég held í fyrsta lagi, þú talar að hækka styrki og auðvitað hefði maður getað svara já og nei. Það rosaleg tækifæri þessar mundir fyrir íslenska landbúnað. Við erum nýbúin að skrifa undir Parísarsáttmálann gróðurhúsaáhrifin og ríkisstjórnin búin að móta stefnu og í þeirri stefnu gert ráð fyrir mikilli ræktun lands sem mótaðisaðgerð, endurheimt votlendis sem mótaðisaðgerð,
Og það auðvitað blasir við að það eru bændur og það landbúnaðurinn sem fær þetta hlutverk. Við skattleggjum, við erum með kolefnisskatt og við erum með mjög þröngan skattstofn í tillögum verkefnastjórnar breytingar á skattkerfi þá er talað að það séu tækifæri til að víkka þennan skattstofn mjög mikið og fá af honum meiri tekjur og það er líka eðlilegt að þeir sem eru að menga greiði fyrir mótvægisaðgerðirnar og þannig í gegnum það að þetta er verkefni sem ríkið felur bændum og landbúnaði koma aukna greiðslur inn í landbúnaði. Þannig kannski ekki styrkir heldur bara greiða fyrir vinnu sem þarf að Já, mér finnst líka að það ber að líta svolítið á núverandi stuðning við landbúnaðinn að það er líka verið að greiða fyrir ákveðna þjónustu. Það er verið að greiða fyrir það að halda landinu í þokkalegri rækt og þannig að það er greiðsla fyrir vinnu. Einmitt. Já, kvótakerfið. Þið voruð á því að ekki þyrfti að breyta því í grundvallaratriðum. Já. En ég sá að það var enn í augunum. Já, ég meina, þú veist, það virkar nokkuð það er bara ekki alveg að virka eins og að setja upp akkurat eins og er. Og þú er meiri spesialisti svo sem, en getur komið með þína útskýringar. Ég sko, fiskveiði stjórnunarkerfi, það virkar alveg. Við erum að veiða samkvæmt ráðgjöf fiskifræðinga og við höldum okkur nokkurn veginn við það og eitt af markmiðum kerfisins er að auka hagkvæmni og arðsemi í útgerð og þetta hefur allt skilað sér og það er ekki spurning og við hefum ekki að gera grundvallarbreytingu á þessu. Það er okkar allra hagur að útgerðin skili sem mestum arði og við megum ekki skemma það. En það er samt réttlætismál að útgerðin greiði eðlilegt gjald fyrir aðgang á auðlindinni. Það er ekki breyting á fiskveiðistjórnarkerfi. Langar að einni í lokin, nú tala margir að fólk sé að kjósa fólk en ekki endilega að flokka fólkið á listanum. Við getum sagt okkur örstundi í nokkrum sekundum af hverju ætti fólk að kjósa þig persónulega? Svona eins og atvinnuviðtal í höfðunni. Já, akkurat, góð spurning. Sko, ég hef verið búsett út á hér á þessu svæði. Ég er búsett eins og í höfuðborgarsvæðinu. Ég þekki það að vera hér, vera menntuð, vera móðir, vera þurfa að nýta þjónustu og hvað í rauninni vantar upp á. Ég þurfti að flytja annað. Ég þurfti að flytja frá þessu svæði og mér finnst það er ýmis baráttumál sem ég myndi vilja koma á framfæri. Varstu þetta í lokin? Já, ég bara brenn fyrir betri stjórnmálum og ég er búinn að vera virkur í stjórnmálum í yfir 30 ár og vegna þess að ég vil gera samfélagið betra og ég tel mig hafa eitthvað til málanna að leggja og ég er ekki að gæta sérhagsmuna. Ég er bara rekandi mitt litla fyrirtæki en mig langar að leggja mitt á mörkum og láta gott að mig leiða. Glæsilegt. Kærar þakkir bæði tvö fyrir komuna og við ætlum svo sannarlega að halda að við erum bara rétt að byrja. Rétt að byrja, ekki spurning. Og við höldum áfram bara eftir augnablik.